Við erum komið með algjörlega brenglað verðskinn. Og eins og ég sagt áður, ég meina þetta er okkur að kenna. Hvað var það? 10% launahækkun, 10% minna vinnuframlag til þess að takast á við 10% verðbólgu. Það var ákvörðun sem var tekin 2023 og við lifum náttúrulega henni. Svo bara skiljum við ekki okkur húsnæðisverð hækkar og við skiljum ekki okkur Ásgeir getur ekki lækkað vexti. Menna það er þetta. Það er það að við erum komið alveg brenglaðar forsendur það hvað verðskinn okkar eigi að vera. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er 50-dagurinn, 2. október og árið er 2025. Skrítið hvernig þetta líður hratt. En nú ef þú ert að hlusta þetta á almennri veitu þá ferðu inn á partus.is/einpæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En ef þú ert að hlusta þennan þátt í gegnum áskriftarleiðina þá vil ég þakka þér kærlega fyrir stuðninginn. En einnig minna á að ef þú ert áskrifandi þá er gráupplagt að setja upp hlaðvarpið inn í þína hlaðvarpsveitu. Og það er núna orðin hægðarleikur inn á partus.is/einpæling en þar ferðu í strikin 3 þannig hægra horninu ef þú ert í símanum og ýtir á RSS hlekkir. Þar eru einfaldar leiðbeiningar til þess að gera hlustun á þessa þætti margfalt þægilegri en að sjálfsögðu fer Einpæling og Pæling dagsins inn á sömu veitu þannig að þú missir ekki að neinu. En það er margt búið að vera að gerast. Stuttu áður en ég tók upp síðasta þátt þá fjallaði sjálfsögðu Play en það sem ég langar að ræða hér í dag hefur svona óbeint með það að gera en einnig bara svona langar mig að fjalla opinber afskipti og rekstur á ýmsum sviðum. Það sem er mjög sérstakt í dag er að almennt þegar að ríkið tekur til sín stóran hlut af hverri krónu, sama hvort maður sé í persónulegum rekstri, fyrirtækjarekstri eða launþegi og jafnvel upp í helming eða eitthvað af hverri krónu þegar allt er tekið saman, að þá búum við samkvæmt sumum við eitthvað sem heitir nýfrjálshyggja og þetta er hugtak sem á sjálfsögðu rætur sinni að rekja til 8. áratugar síðustu aldar. Og stærstu leikendurnir voru svona Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Milton Friedman og fleiri. Það sem oft gleymist hins vegar þegar þessi tími er rifjaður upp eru þær ótrúlegu tækninýjungar og framfarir sem áttu sér stað og lögðu grundvöll að þeirri velmegun sem að mannskepnan upplifði og upplifir reyndar enn í dag og síðan reyndar bara frá árinu til dæmis 2000 þegar þetta átti ennþá að vera við lýði að þá eru núna 25 ár liðin. En ég ætla svo sem ekki að fara nákvæmlega út í þær vendingar allar en það sem ég langar að vekja athygli á er hversu langt við erum komin frá þessum prinsipum og svona almennt séð hvernig við horfum á ríkið. Og kannski þykir fólki bara gott að blessað að það sé orðið svo umfangsmikið en mér þykir það samt umhugsunarinnar virði. Og ég birti reyndar færslu þetta á Twitter þar sem ég benti á að fjárlög undanfarna áratugi hafa verið alveg gríðarlega umfangsmikil og mér langar svona sérstaklega að vekja athygli á því hversu sláandi þetta er í þessum þætti. Reyndar voru tölurnar sem ég birti íhaldsamari heldur en að ég gerði þess að gervigreindarlíkan og tölurnar eru í rauninni íhaldsamari hjá gervigreindinni heldur en er í raun og veru og sýndi reyndar að staðan er töluvert verr heldur en að líkanið, sem þetta gervigreindarlíkan sýndi. Og þetta er það sem ég ætla að ræða í dag og fyrir 10 árum voru 10 ár liðin síðan Ísland hóf ákveðið svona losunarferli á fjármagnshöftum eftir og eða vegna kröfuhafa í slitabú föllnu bankana sem voru Glitnir, Kaupþing og Landsbankinn. En þessu sögu er ég ekki að fara að reifa í svona löngumáli hér en mér langar að setja hann í svolítið samhengi. Enda þekki hann ekkert vel og margir og get við ekkert gert því mjög góð skil. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera.
Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. En af því tilefni þá að það voru svo 10 ára liðin að þá var hittingur eða fundur í Arionbanka þar sem að nokkur erindi voru haldin og meðal annars að Bjarni Ben kom aftur og svo var Sigmundur Davíð þannig líka með sitt erindi, gott erindi og fór mikinn og talaði þjóðrækni og var komin í svona ásetti svolítið svona pólitískt samhengi en þeir voru náttúrulega stóri leikendur á þessum tíma. En það sem ég langar að tala í dag áhugavert erindi sem að var Lee Buchheit, ég held ég sé að segja nafnið hans rétt, sem ég vissi ekki hver væri fyrir en eftir þennan fund hjá Arionbanka og ég búinn að vera að skoða svona aðeins meira í kringum þennan mann. Hann sérfræðingur í skuldasöfnun ríkja og hann hélt erindi af þessu tilefni ábyrgð stjórnvalda að koma framtíðarkynslóðum ekki í þá stöðu að þeir þurfa að greiða skuldir þeirra sem að komu og fóru á undan þeim. Og nú vita margir sem hafa hlustað á þennan þátt eða hlaðvarpið Ein pæling þar sem ég ræði þessi mál að við erum náttúrulega að taka lífskjör að láni. Ég held að geti einhvern veginn véfjengt það, ég held að við séum að gera það í dag og spurningi sem vaknar þá hvernig við erum að gera það og á hvaða sviðum. Í fyrsta lagi það sem ég langar að setja í samhengi við eitthvað sem ég hef núna búin að ræða undanfarna mánuði og sem sjálfsögðu kulnun og ég átti samtali í gær við forstjóra á stóru stofnun hjá hinu opinbera og kulnun barst í tal án þess þó að viðkomandi hafi sérstaklega vakið athygli á því. Það var þriðji aðili sem sagði að ég hef verið að tala um þetta í mínu hlaðvarpi og sem ég náttúrulega búin að vera að gera og ég skil ekki okkur ekki meira að tala um. En það sem að þessi forstjóri sagði var einmitt að einn erfiðasti en jafnframt lykilþáttur í þróun þeirra starfsemi sem að viðkomandi hefur umsjón yfir nákvæmlega þetta. Því eins og hjá að svo virðist öllum opinberum stofnunum það að gerast að fólk virðist fá leið á vinnunni en enginn hættir. Það heyrir bara til undantekninga, allavega frá mínum bæjandiru séð að fólk hætti í vinnunni. Því rosalega margir, og það náttúrulega allir hvatar sem að ýta fólki í þetta, einfaldlega bara farnir að fara í veikindaleyfi og hætta svo í kjölfarið í vinnunni. Og það sem þessi forstjóri sagði við mig í þokkabót var að þrátt fyrir það að rannsóknir sýni að það sé óskynsamlegt að starfsmenn fari alfarið í frí frá vinnu til þess að takast á við kulnun, að þá eru margir bara sem að gera það. En þessar rannsóknir sem að viðkomandi talaði var að það betra fyrir starfsmenn almennt séð sem að fara í veikindaleyfi út af kulnun að fara í hlutastarf og þá líklega ég veit ekki nákvæmlega hvernig útfærslunar á því, þá líklegt að viðkomandi fari í einhvers konar hlutastarf en fær þá greiddu laun fyrir fullt starf. Ég myndi svona gera fastlega ráð fyrir því. En þessir neikvæðu hvatar aftur á móti eru til staðar út af því að þegar að fólk fer í veikindaleyfi undir þessum kringumstæðum og tekur að sér hlutastarf að þá það líka að ávinna sér réttindi og þá að endurnýja kulnunargetuna. Þannig að innbyggt innan kerfisins það að það fólk sem að fer í kulnun og yfirmenn sem að eru að takast á við þær aðstæður ýta viðkomandi alfarið út úr vinnunni og þá ertu komin í þá stöðu að sá sem að fer í kulnun miklu líklegri til þess að gera það alfarið, þar að segja fara úr vinnunni og vera ekki í hlutastarfi. Þrátt fyrir það að rannsóknir sýni að fólk betur til þess fallist að takast á við einhvers konar erfiðleika í vinnu með því að taka að sér hlutastarf. Og þetta alveg mjög vont að bæði yfirmaður hefur ekki tök á því til þess að takast á við þessar aðstæður en líka hvata til þess að viðhalda starfsmanninum ekki í einhvers konar vinnu. Og eins og ég segi, ég næ ekki hvernig það ekki meira talað um þetta. Þetta svo skrítið út af því að þegar maður líka fer aðeins yfir tölulegu gögnin sem ég að fara að gera núna eftir smá, að þá þetta bara miklu verri staða heldur en að ég held að flestir gerir sér grein fyrir. En eins og ég segi, ég ætla ekki að segja að ég sé með fullkominn skilning á því hversu fljótt viðkomandi
byrjar að ávinna sér réttindi en það virðist staflast upp mjög hratt. Þannig að þrátt fyrir það að við myndum viðurkenna kulnun sem jafn alvarlegt fyrirbæri og það í raun í dag, það að segja að fólk sé í jafn mikilli kulnun og það segist vera, þó svo að náttúrulega rétta svarið allavega samkvæmt tölum virk að bara 14% af þeir sem fara í kulnun eru í kulnun, að þá þetta allt neikvæðir hvatar sem að ýta fólki bókstaflega út af vinnumarkaði og enginn hefur hagsmuni af því að bæta þetta. Og þegar þú ert með til dæmis hið opinbera þá náttúrulega eru forstjórar og aðrir með miklu minni hvata til þess að fara skynsamlega með fé. Þannig að það í rauninni auðveldara að takast á við þetta þannig að fólki sé bara skóplað úr vinnunni og líka náttúrulega fyrir þá sem ætlar að hætta í vinnu út af, ég tala nú ekki þegar það eitthvað drama í vinnunni, að þá bara fara í veikindaleyfi. Ég man eftir því, ég reynslu af því að vera að takast á við aðstæður þar sem að 2 yfirmenn voru ósáttir út í bæði vinnustaðinn og fyrrverandi yfirmann. Ég ætla ekki að fara í díteila út í þetta, en þetta var þannig að það var smá drama og þeir yfirmenn sem að voru ósáttir vildu hætta þá bara í starfi, en þeir fóru báðir í langtíma veikindi og ég veit líka að þetta eitthvað sem að gerast á miklu stærri skala heldur en að við almennt gerum okkur grein fyrir því. Og það sem náttúrulega svolítið slæmt í þessu líka að það engin pólitískur hvati til þess að takast á við þetta. Og það sem náttúrulega vandinn í þessu einfaldlega sá að kulnun fyrirbæri út af því að það í boði. Þetta vitað innan kjarna hins opinbera sem hefur með umönnun að gera, þar sem að millistjórnendur eru að fara í kulnun í hrönnum. Ég sagði frá því í síðasta þætti eða þar síðasta frá einum kjarna, þar sem að millistjórnendur hefðu allir á einum eða öðrum tíma farið í kulnunarfrí. Og í gær fékk ég svo vitneskju annan búsetukjarna þar sem að allir forstöðumenn, enginn af þeim hefði hætt, enginn. Allir farið í veikindaleyfi, 4 á mjög skömmum tíma. Í öðrum óstaðfestum en mjög áræðilegum heimildum fékk ég að vita að millistjórnendur ákveðnu sviði Reykjavíkurborgar á heilum sviðum, það að segja heil svið þar sem að 40% millistjórnenda eru í kulnun. Og það sem að eins og ég segi, ég á svo bágt með að skilja, hvernig þetta getur ekki verið aðalmálið í opinberum fjármálum í dag. Hvernig þetta til dæmis ekki kosningamál? Þetta bara, eitthvað sem að, ég veit ekki, þetta eitthvað sem að mun sigla lignan sjó í næstu sveitarstjórnarkosningum? Erum við bara að bíða eftir því allir útlendingarnir sem að náttúrulega vita ekki um kjör sín grúndugt og aðrir, erum við bara að gera ráð fyrir því að það haldi áfram að þeir viti ekki af þessum réttindum. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Ég reyndar byrjar að heyra að útlendingar í auknum mæli séu byrjar að gera sig grein fyrir því. Einn sem að kunningi minn frá Grikklandi sem að sagði mig frá því að það væru núna margir sem að hann þekkti sem væru erlendu bergi brotnu sem að væru búin að gera sig grein fyrir þessu og sóttu langtíma veikindi og svo í kjölfarið einhvers konar félagsbætur og svo í kjölfarið náttúrulega atvinnuleysisbætur, en þeir bjuggu alfarið í heimalandinu og fengu svo einhvers konar meldingu það að koma í einhvers konar tjekk eða í atvinnuviðtal eða eitthvað þannig, að þá keyptu þeir sér flugu heim, mættu í það og flugu svo aftur út, en eru bara fullu bótum og reyndar út af því ég held að það nemist ekki innan kerfisins, eru náttúrulega bara með reikning í heimalandinu og eru að vinna annað starf. Og þú veist, kannski ég að fara frjálslega með starfinn, en þetta aftur á móti eitthvað sem að ég veit að erlendir aðilar eru að tala sín á milli og þess vegna skil ég ekki hvernig þetta ekki stærra mál
Samkvæmt ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2024 þá voru laun 79,1% af heildarútgjöldum og 81% árið 2023. Og þá veltir maður fyrir sér, sko, hvernig má það vera að þegar þetta raunin og að þetta sé bara ekki til umræðu. Út af því að eins og segið, við erum að tala innan sumra sviða séu 40% í langtíma leyfi og þá að fá full laun með afturvirkri yfirvinnu aftur í tíman. Það er að segja, ef þú vannst í 6 mánuði og vannst, ég veit ekki, segjum kannski 40-50 yfirvinnu tíma mánuði, að þá fær þú greitt það í ofanálag miðað við þær forsendur sem að liggja að baki. Þannig að þú ert í fríi en á launum eins og þú hafi verið að taka yfirvinnu á þeim tíma sem þú ert í kulnunafríi. Og eins og þetta er að gerast á svo ótrúlegum hraða og sú þróun að fólk er bara dett út af vinnumarkaði í lengri tíma virðist bara aukast og aukast. Og ef opinbera mætir í viðtöl og svona annað slagið og tilur fólki trúum að það þurfi einfallega bara meiri pening til þess að standa undir öllum þessum kostnaði. Skattar eru, eins og ég var að fara yfir áðan, nær helmingur af öllum þeim verðmætum og þjónustu sem eru innt af hendi og það er að segja að það er það sem er tekið og meira þegar þú náttúrulega tekur saman allt. En eins og segi, hið opinbera bara vex og vex. Og ég sendi fyrirspurn fyrir 2 árum til Reykjavíkurborgar þar sem ég spurði tiltekið sviði Reykjavíkurborgar og hvernig stöðugilda þróun hefði verið, þar að segja hversu margir starfsmenn í 100% starfi eru fyrir hendi. Og þar kom í ljós að í maí 2019 hafi verið 1800 stöðugildi en í maí 2023 hafi þau verið orðin 2389, sem að þýði það að það hafi verið orðin 33% fjölgun yfir þetta tímabil, sem að leiðir mig svo að næsta punkti og ekki af ágjörða, ég mun koma aftur að Lee Buchheit og upphafspunktinum. En það er annað í þessu sem að er spurningin það hvort að þjónusta hins opinbera þrátt fyrir gríðarlega aukið umfang hafi orðið betri. Og það er eitt sem að ég hef tekið eftir því að ég er oft í sambandi við allskyns stofnanir út af bara hinu ýmsa og þjónustan er á mjög mörgum sviðum búin að skerðast. Þetta á líka reynda við lífeyrissjóðina og annað, en það sem að ég man eftir fyrir örfáum árum og ekki meira en svona fyrir kannski 8 árum að þá gat maður hringt í stofnun og þú fékkst samband við þjónustufulltrúa. Oftast, ég veit ekki að við tala svona 9 til 15 og kannski til svona 13 á föstudögum, en þetta er ekki raunin í dag. Og nei, þetta er ekkit algilt, en mér þykir að hafa orðið svona viðtekin venja að opinber þjónusta í síma sé frá svona 13 til 15 þriðjudaga og fimmtudaga. Stundum er þetta fleiri daga en stundum er glugginn jafnvel minni, sem að lætur mann velta sér fyrir bara svona, bara velta upp spurningu bara af hverju þegar að laun hafa hækkað og eru nánast jafn há og á einkamarkaði eða hærri og meira fé er varið í þessa þjónustu og þess krafist að enn meira fé skuli varið í opinbera þjónustu og annað, að þá virðist þjónustan samt sem áður versna. Við erum náttúrulega líka með styttingu vinnuvikuna sem að virðist svona vera ríkari í hjá hennu opinbera. Og í þessu andrúmslofti er talað skattfé og það sé að ætti að taka meira sjálfsaflafé borgara og fyrirtækja sem það sé að sækja fé. Það er ótrúlegt að fylgjast með þegar stjórnmálamenn eru að tala skatta og þá er alltaf að tala að sækja fé. Og þetta er ákveðið viðhorf eða leiðréttingar. En mér langar að staldra við þessu orðanotkun að sækja. Að sækja eitthvað vísar til þess að þú ert að sækja þína eigin eign. Svona í hversdagslegum skilningi þá myndi ég segja að sækja sé ekki það sama og sjálfsögðu að taka. Og það er ástæða fyrir því. Því að að taka þýðir einfaldlega að taka eitthvað af einhverjum sem var ekki upphaflega þitt. Og mér þykir svona frekar áhugavert þegar þú ert að tala fé sem aðrir sköpuðu eða verðmæti, að þá telurðu að það er hægt að hafa það sjónarmið að þú sért að þú viljir auka skatta, að þú viljir taka meira fé til þín. En strax og stjórnmálamenn eru farin að tala að sækja fé, því að við heyrðum það, þú veist að stjórnmálamenn segja við þurfum að náttúrulega sækja peningana þar sem þeir eru. Að þá ertu náttúrulega að vísa til þess að upphaflega hafi þetta fé aldrei verið eign þess sem aflaði þess fé. Og mér finnst þetta, fólki kann að finnast þetta bara eitthvað svona smárað, en mér finnst þetta alveg að vera fremur svona stór þáttur í því sem við erum að tala þegar við erum að tala skatta. Út af því að við munum öll þegar þessi ríkisstjórn kom saman, hvað var það, ég man ekki, það var stuttu, var þetta ekki kringum desember, ég man ekki nákvæmlega, þau voru þarna með einhvern rósagarð fyrir aftan sig eða eitthvað svona gróður, hvort það var mosi eða eitthvað,
en þá var einmitt sagt bara þessi ríkisstjórn muni ekki hækka skatta og það bara heitir leiðréttingar en svo líka samt sem áður að vera að tala hérna við þurfum að sækja fé þar sem að þú veist, það alltaf sækja fé virðist vera sko svo skoðun að stjórnmálamenn eigi féð og þeir sem að öfluðu þess fé hafi bara fengið það einhvern veginn að láni. Það er að segja að það sá peningur sem að ég afla til dæmis með þessu hlaðvarpi þar sem ég er að reyna að sannfæra aðra að búa til auglýsingar eða að reyna að sannfæra fólk að styrkja þetta eins og í genum áskriftir eða annað, að þá er ég reyna að fá þennan pening að láni frá ríkinu og það er alveg hægt að segja það er hægt að hafa þá skoðun, ég meina Seðlabankinn prentar peningana þannig að í einhverjum skilningi þá er það eign hins opinbera. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. En mér þykir samt sem áður að þessi hugtakanótkun að við séum að sækja í staðinn fyrir að taka. Mér finnst það alveg vera svona grundvallar atriði í því að nema ákveðna svona viðhorfsbreytingu. Og með þetta í huga þá langar mig að snúa aftur að ummælum Lee Buchheit á þessu erindi 10 ára afmæli þess, eins og ég var að nefna, þegar að það var farið í það að afnema fjármagnshöftin. Því að hann talaði svo ég nefni það nú aftur, að við séum að reka samfélagið í dag, eða þegar við erum að reka samfélagið í dag, að þá ættum við ekki að vera að skuldsetja okkur of, því að það er skuldir yrðu greiddar af þeim sem hefðu ekki aðkomu að þeirri ákvarðanatöku. Og það væri því ósanngjarnt að skattleggja þá allavega of með peningaprentun og með lífskjara, láni. Jafnvel þeirra svona, sem ekki einu sinni fæddir. Og nú veit ég að margir hugsa þetta út frá svona hægri vinstri en þegar öll á botninn hvolft þá er óeðlilegt að tala þetta í svona þeim skilningi. Það er að segja að þetta sé hugmyndafræðilega hægri vinstri því að ef maður pælir í því svona og því samhengi að þá erum við alltaf að tala að við viljum passa upp á ýmis mál varðar náttúruna fyrir komandi kynslóðir, við viljum passa að jörðin sé ekki að farast og svo að það sé oft talað það í svona svolítið einkennilegu sjónarmiði en svona, það er gott að hafa þetta í huga og svona í samhengi við það og mér langar aðeins að koma aftur inn á þetta með loftslagsmálin og annað eftir smá. En mér langar að tala aðeins fjárlögin því að þó svo að ég talaði kulnun og í samhengi við vinnumarkað sveitarfélagana þá eru til dæmis fjárlög ekkert síður mikilvægur þáttur í rekstri ríkisins almennt og á þeim árum sem að faraldurinn geisaði var talað það að ég held að hafi verið 400 milljarðar eða eitthvað sem var spólað inn og að einhverju leyti var hægt að brúa það bil, ég menna Bjarni talaði alltaf að kaupmáttur hefðu aukist og en það var náttúrulega rosalega einkennilegi tímar, munið líka eftir fólkinu sem var alltaf að segja var nú oftast sagt á ensku, svona, we're not going back to normal, bara við værum aldrei að fara að lifa lífinu eins út af því að við byggum bara við einhvern nýjan veruleika og oftast, svo ég segja það nú bara upp á þetta, oftast það með svona eitthvað fólk sem var rosalega réttrúnaðar megin í lífinu sko, sem var alltaf mest veirufrækt og var alltaf að drulli yfir alla fyrir það að vera með einhverjum aðra skoðanir heldur en aðrir en ég ætla líka aðeins að koma inn á það eftir smá en eins og ég segi þá á undraverðum tíma eða undra skömmum að þá náðum við að koma okkur upp úr því og það sem að mér langar samt að segja sko í því tilefni er að sko viðmið þess hvað telst til opinberra gjalda það er eins og ég segi það jókst gríðarlega en í faraldrinum þá náttúrulega var fullt af fé spólaðinn og mér þykir að í kjölfar faraldursins að þá höfum við einhvern veginn mótað okkur þá afstöðu að það sé eðlilegt ástand gagnvart umsvifum hins opinbera og það er eins og segi, bara í dag er búið að setja ný viðmið og það sem ég langar að sýna ykkur er þess að þetta tafla yfir það hvað tekjur og útgjöld hins opinbera voru árið 2014 til 16 og eins og þið sjáið þá voru tekjur hins opinbera 685 milljarðar og gjöldin 642 milljarðar 2015 þá hækkaði þetta
Tekjurnar reyndar drógust aðeins saman en gjöldin jukust örlítið svo fóru þær aftur að aukast árið 2016 þegar þetta var farið að slefa upp í tekjur upp á 700 milljarða en tekjur eru náttúrulega eins og segja þá er verið að sækja féð að stærstum hluta en gjöldin voru 681 milljarður og við fórum líka í það að svona breyta skuldaviðmiðum og annað í faraldrinum, kannski eðlilega. En núna verðist við einhvern veginn bara vera, já, það er kannski bara eðlilegt ástand. Og svo er annað rit hérna, kökuritt fyrir þá sem er að horfa. Ég lýsi þessu fyrir ykkur líka hérna sem er að horfa. Nei, sem er að hlusta. Að hérna er sem sagt 2017, þá var þetta komið vel yfir 700 milljarða. Það voru tekjurnar orðnar 772 milljarðar og gjöldin orðin 743, þannig sjáu þið svona ákveðna stígandi hækkun þannig 2017 og kannski, sko, út af því að ég er ekki sérfræðingur í því hvernig svona þróunin er eða ætti að vera í þessu samhengi, að ég meina þannig kemur náttúrulega ferðaþjónustan sterk inn, miklar skatttekjur sem að koma upp úr því, þannig að kannski er eðlilegt að umfangið aukist að einhverju stóru leyti. En sjá hérna, þegar við sko færum okkur yfir til 2020 að þá erum við komin í allt annan veruleika þar sem að þetta eru 920 milljarðar í tekjur og 862 milljarðar í gjöld. Og eins og segi, þannig erum við farin að taka svona alltaf hástökk og kannski, eins og segi, ég ætla ekki að segja að það hafi verið alfarið óeðlilegt. Ég bara kann ekki alveg að fara nákvæmlega yfir það. En þetta er samt svona gríðarleg stökk og kannski, eins og segi, ferðaþjónustan og gengur vel og allt það. Kannski er þetta eðlilegt. En hins vegar að þá hefur þetta gríðarleg áhrif og það er það sem ég langar svolítið að eyða restinni af þessum þætti í út af því að í dag eru þetta orðnir 1600 milljarðar. Þannig á undanförnum 10 árum hafa fjárlög farið úr 659 milljörðum í árið 2015 í 1545 milljarða árið 2025. Og mér langar að spila stutt myndband fyrir ykkur til þess að setja þetta í pínu samhengi. Yes. In a recent interview of U.S. News and World Report, Secretary of the Treasury Blumenthal blamed our current rising inflation in a large part on our foreign trade and unions. He did, however, say that the government was little to blame. Would you like to comment on that? Yes. Unfortunately, it is one of the defects of our political system that we always put a Secretary of the Treasury and other high government officials into a position in which, when they make public statements, they are almost driven. Well, what's the word I want to use? I want to use a polite word, equivocate. Secretary Blumenthal knows as well as you and I do that inflation does not come from trade unions. That doesn't mean that trade unions aren't grasping. Of course they are. But they don't produce inflation for one simple reason. They do not own a printing press on which you can turn out green pieces of paper. The only such printing press is in Washington. I say printing press, of course, in the modern age we do it in a more sophisticated way. We use bookkeepers and accountants and computers. But it comes down to the same thing. Inflation is made in Washington because only Washington can create money. And any other attribution to other groups of inflation is wrong. Consumers don't produce it. Producers don't produce it. Trade unions don't produce it. Foreign sheiks don't produce it. Oil imports don't produce it. What produces it is too much government spending and too much government creation of money and nothing else. Yes, sir. Before you clap, let me point out that the reason why we have too much printed spending and too much printing of money is because you people want it. You and I. We're citizens. We run this country. If Congress has been voting higher and higher spending, why? Because it has been politically profitable for them to do it. If they have been voting higher spending and not voting the higher taxes to pay for it, why? Because it's been politically profitable to do it. We would all like to get something for nothing. And so the political process has been leading to Congress
increasing spending, not increasing taxes, and financing the difference by the hidden tax of inflation. I think we are unwise. But let's not blame the others. The problem, you know, in that famous statement of the cartoonist, we have met the enemy and they is us. Og þarna stendur hnífurinn svolítið í kúnni og eins og ég segi, þú veist, það gæti alveg verið að hérna gjöld og tekjur hins opinbera eigi að aukast bara í fullkomnu samræmi. En aftur á móti þá eins og ég var að benda á þann að þá umfang hins opinbera alltaf að verða meira. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Og ríkið tekur alltaf til sín helminginn, sama hvernig veðrar og það ekki sjálfbært. Við kvörtum hérna mikið yfir verðbólgu. Það sko eitthvað ótrúlegt hugtak sem heitir gróðaverðbólga sem raunverulega notað í samhengi við það hversu mikil verðbólgan en aftur á móti það náttúrulega sko umsvif hins opinbera veldur sem sagt því að við tökum rangar ákvarðanir með fé. Það að segja eins og þegar að núna við erum búin að fara upp úr 600 milljörðum yfir í 1600 milljarða hátt í og árið 2027 held ég að fari að verða eitthvað í kringum 1700 og eins og segi þetta þú veist það gert ráð fyrir þessu, þetta getur náttúrulega orðið miklu meira. Að þá bjagar það allt verðskinn sem við höfum og við náttúrulega teljum okkur í trúum að með auknum krónutölum að þá muni þetta koma til með að lagast og með auknu umfangi ríkisins að þá muni þetta koma til með að lagast. En það alltaf tekið og eins og segi, við ferðaþjónustan allir náttúrulega því að það voru miklu meiri skatttekjur sem að koma inn en þá bara, þú veist, hugarfarið, já ok, þá þarf náttúrulega hið opinbera að stækka. Þá þurfum við að fá fleiri stöðugildi inn í hið opinbera. Þá þurfum við að auka umfang hins opinbera. Þá þurfum við til dæmis, eins og ég nefndi í sambandi við áðan, kulnun sem að náttúrulega skapar ákveðið ósjálfbært ástand sérstaklega hjá hinu opinbera, að þá verður það einhvern veginn bara eðlilegt viðbragð. Það hefði enginn geta útskýrt fyrir ykkur hvað kulnun var fyrir 10 árum en núna ef þú nefnir það í samhengi við það að þetta sé kannski ósjálfbært og það gengur ekki yfir sig með 40% sem að sviða hjá Reykjavíkurborg í kulnun að þá það allt í orðinn dónaskapur. Þetta ósjálfbært og þetta eru vandamál út af því að sama hvernig við horfum á það, þegar við horfum upp á fjárlög verða svona mikil að þá það sko annarkvort að ríkið þurfi að taka til sín minna eða þá að ríkið þurfi bara að safna meira og ég veit ekki, nýta féð í að viðhalda vegunum betur eða eitthvað en þú veist, það alltaf talað allt í samhengi við það að vanti fé allstaðar. Við heyrum þetta í öllum fréttaþáttum, við heyrum þetta allstaðar þegar að einhvers konar samfélagsumræður eiga sér stað, að opinbera bara vanti pening og að þurfa að sækja meiri pening. 1600 milljarðar, nánast 3 sinnum meira heldur en að var fyrir 10 árum. Hvernig getur staðið á því að okkur þykir þetta eðlilegt? En eins og Milton Friedman var að nefna þarna í lokin að þá náttúrulega vandinn sá að við biðum þetta og það engin annar sem að ber sökina. En sá sem að greiða fyrir þetta fólk sem að ekki nú þegar fætt eða jafnvel fólk sem nýlega komið á kosningaaldur og að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðinn sem náttúrulega bjagaður út af þessu ástandi. Og eins og ég ætla ekki að segja að ég hafi sérþekkingu á skuldabréfum eða öðru sem að við kemur kannski svona praktísku eðli þessara hækkana en ég veit aftur á móti að þetta óeðlilegt. Og það einn þáttur sem að ég hef sérstöðu eða það að segja sérþekkingu á og það eru húsnæðismálin sem að hafa mikið með þetta að gera. Af hverju hækkar til dæmis húsnæðisverð? Af hverju húsnæði góður fjárfestingakostur? Árið 2017 bjó ég til líkan þar sem að ég færði inn breytur sem að vógu mismikið, þar sem ég greindi svona mismunandi byggðakjarna og hvaða áhrif þessi þættir hefðu á húsnæðisverð og ég stilti breyturnar eftir þörfum en það eitt sem að samt ég tók eftir að þegar maður fór að greina kjarna utan höfuðborgarsvæðisins þá vógu atvinnutækifæri gríðarlega þungt, samgöngur að einhverju leyti og aðgengi að þjónustu og annað. En þegar maður var að greina mismunandi kjarna á höfuðborgarsvæðinu þá var munurinn sumpart
mikið eftir svæðum en til dæmis þegar maður fór að taka Selfoss á svona stór höfuðborgarsvæðinu, heitir það ekki, að þá greindi líkanið einnig gríðarlega hækkun þar til dæmis, en heilt yfir, þegar maður skoðaði þróunina sem svona heildstæða breytu, að þá var eitt sem benti til þess að húsnæði nánast sama hvar maður keypti, að það sem hafði nánast mestu áhrifin, það var í rauninni tvíþætt, það voru annars vegar krónutölur sem myndu hækka í kjarasamningum sem að þeir gera alltaf og í fáránlegum stökkum til dæmis undanfarið og umsvifis opinbera og aukið fjármagn í umferð. Því að sko í fyrsta lagi náttúrulega getur gert ráð fyrir því að húsnæðisverð hækkar og til dæmis þegar að per launaseðill lágmarkstaxta hjá stærstu sveitarfélögunum eru að hækka, að þá verður hækkunin í það minnsta í því hlutfalli sem að nemur prósentu hækku kjarasamningana. Og í öðru lagi að þá verkar húsnæðisverð þannig að það er vara sem allir þurfa og allir vilja, sem að þýðir það að fjármagn í umferð nær svona, ég vil ekki segja alltaf en í mjög mörgum tilfellum og stærstu hluti þess fjármagn sem í umferð nær einhverri snertingu við steypu á einhverjum tímapunkti. Og eins og segi, þetta ekki algilt, en umsvifin þurfa ekkert að vera gríðarlega mikil til þess að færa nálina. Og þetta er vandinn. Við viljum þetta. Kjósendur og þeir sem hafa áhrif á opinbera umræðu eiga í flestum tilfellum húsnæði. Þannig að við teljum okkur í trúum að ef að húsnæðisverð til dæmis hækkar, að þá séum við að græða. Sem er rétt í einhverjum skilningi. Ef þú til dæmis kaupir fasteign á, segjum, 50 milljónir með 10 milljónir í eigin fjár og átt hana yfir svona nokkur ára svona skeið, að þá geti til dæmis þitt eigið fjármagn orðið 30 milljónir og ef þú getur selt hana á 70 milljónir, að þá getur með þessum 30 milljónum keypt þér 150 milljóna króna hús á sömu lánakjörum. Svo er náttúrulega spurning hvort að þú fáir þessi lánakjör, það er svona önnur umræða. Og þá geti einhver sagt að, heyrðu, nei, býtu húsnæði sko hækkaði líka þannig að það er engin gróði sem að kannski hljómar rétt, en það er það ekki. Því að ef þú varst upphaflega með þína 10 milljónir og ávaxtar það í öðrum kosti en húsnæði, sem er kannski jafn stabíll, að þá er ekki getað gert ráð fyrir því að geta keypt hús sem kostaði rétt að bara 110 milljónir síðar. Það er að segja sama húsnæði sem er orðið 150 milljónir, kostar það bil 110 milljónir þannig árunum undan. Þannig að þú hefur breytt 10 milljónum í 30 milljónir á undraskömmum tíma og þýðir að þú getur keypt þér töluvert dýrara húsnæði þrátt fyrir það að dýrara húsnæði hafa hækkað á sama tíma. Það er að segja að hækkunin er umtalsvert meiri út af því að þú ert að fara að fá 100% af hækkuninni fyrir bara 10 milljónir af ráðstöfun. 50 milljónir, ef þú sinnumar þessar 50 milljónir við hækkun á húsnæði, að þá er þitt framlag þessar 10 milljónir náttúrulega hækka og svo getum við náttúrulega sagt að já, ef þú varst með þetta á verðtryggðum lánum þá getur það hækkað með verðbólgu, það skiptir samt ekki máli, þú ert alltaf að fara að koma út í ákveðnum plús, en ég ætla ekki að gera þetta, þú veist, of tæknilegt. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Punkturinn er bara sá að þessi orð Lee Buchheit ábyrgð okkar að skila af okkur álitlegu samfélagi fyrir þá sem að hafa ekki málsvara eða kost á því að hafa áhrif á ákvörðunartökuna er eitthvað sem við erum einfaldlega að virða að vettugi. Og við hugsum þetta í samhengi við allt annað. Eins og ég var að tala um bara landvernd, talar þetta því að við vorum að tala um vinstri að hægri áðan. Í samhengi við loftslagsmál er rætt þetta og þó svo að sú umræða, eins og ég var að nefna það líka, er gríðarlega skökk hérlendis í samhengi við hvernig við nýtum okkar orku. En það er alltaf talað um það að við séum að draga úr lífsgæðum komandi kynslóða. En þetta er eins og miklu stærri, og eins og ég segi, þetta er miklu stærri þáttur í samhengi við það hversu mikil áhrif við getum haft á þetta. Og að lokum langar mig náttúrulega líka eins og hlustendur mínir eru farnir að þekkja, þá langar mig að setja þetta í samhengi við rétttrúnaðinn og reyna að færa rök fyrir því hvernig rétttrúnaðurinn hefur líka
áhrif af þetta og hann annar risastór þáttur. Þrátt fyrir, eins og segi, galinn fjármál hins opinbera undanfarin ár hefur það ekki verið mesti skaðvaldurinn eins og ég þreytist ekki á að segja. Heldur það réttrúnaður. Allar ákvarðanir, og þá ég að tala menningarlega, efnahagslega, félagslega, stjórnmálalega, bara alveg sama hvað þú horfir á, að þá hefur það komið að öllu sem viðkemur okkar samfélagi. Og ákvarðanir hafa verið teknar með það viðmið að móðgaðasta manneskjan megi ekki verða móðguð og að hugsa út í það hvað henni þykir þetta tiltekna ákvörðun. Og þetta hefur valdið því að athygli, orka og frumkvæðis sókn okkar hefur verið tekin á þessum forsendum. Auðvitað þetta að falla eins og spilaborg með varhugaverðum afleiðingum eins og verðum að sjá svolítið í svona Bandaríkjunum þar sem að þórðargleðin virðist ætla að bera menn ofurðuleiði en nauðsynlegt fall engu að síður. En með réttrúnaðinn í huga að þá áhugavert að hugsa til þess hvernig umsvif hins opinbera hafa orðið eins og segi bara þrefalt meiri og jafnvel við tökum bara 2019, tökum síðustu 6 ár, helmingi meira. Er þjónusta hins opinbera helmingi betri? Eða þá bara við hugsum þetta. Ef umsvif hins opinbera væri helmingi minni og við hefum kannski bara greitt lægri skatta sem kannski svona veruleiki sem að erfitt að hugsa til. En eins og segi, þá bara, það gert ráð fyrir því að opinbera stækki í samhengi við velmegun annarra. Og það hægt að fara rök fyrir því að það sé jafnvel, það hægt að fara hægri rök fyrir því að til dæmis eins og með Laffer-kúrfuna að eftir því sem tekur minni skatta því meiri skatttekjur færðu. En þessi vöxtur hins opinbera einfaldlega út úr kortinu út af því að þetta hefur ekki bara með krónutölunum að gera heldur líka með stöðugildin og það eru fleiri starfsmenn sem að vinna hjá henni opinbera og við erum líka að frétta því, menn núna ætlum við Fall Play, samtök atvinnulífsins, ég held að það sé fundur hjá þeim í dag, ég veit ekki hvað það kallar, en það er fundur hjá SA í dag þar sem þeir eru að segja að það ákveðin erfið skilyrði í öllum rekstri og það ætlar svo sem ekki að koma okkur óvart. Hið opinbera getur bara boðið miklu betri kjör. Akkur eru svona margir svona lobbyistar bara til dæmis hjá hinu opinbera. Það alltaf talað lobbyista hjá einkareknu fyrirtækjunum. En ég meina það annarhver starfsmaður sem eða embættismaður sem komið bara með einhver PR-fulltrúa. Akkur embættismenn með PR-fulltrúa. Akkur ég ekki bara í því að fá þetta beint úr kunni. Akkur ég ekki bara í því að fá upplýsinguna frá þeim sem ráðinn til þess að sinna þeim verkefnum. En nei, þetta bara orðið eðlilegt. Það bara orðið eðlilegt að það séu bara einhverju PR-fulltrúar fyrir nánast hvaða embætti sem og hvaða stofnun sem Og eins og segi, kannski það eðlilegt og hefur örugglega eitthvað með það að gera. Allar forsendur þess hvers við veitum athygli, allar fréttir og annað, eru lobbyhópar að skapa vandamál sem að þeir svo sjálfir segja að hið opinbera þurfa að leysa og þá sérstaklega með aðkomu þessum í viðtali. Við sjáum þetta í gríð og erg og já, kannski hafa þessi auknu umsvif og krónutölur fjárlaga eitthvað með velgengni þeirra að gera. Kannski telst hluti af þessum hækkunum eitthvað til þess að lífskjör þessara einstaklinga hafa orðið betri og betri. Kannski það þannig, ég ætla ekki að segja það, en ég samt að segja það. Menn þetta ekki eðlilegt ástand. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En lífið og þjónustan ekki helmingi betri. Kaupmáttur að einhverju leyti betri en aftur á móti þá erum við að sjá mjög varhugaverð teikn á lofti varðar nákvæmlega það. En ég vil færa rök fyrir því, ég man eftir lífinu 2019 og lífið ekki helmingi betra. Það ekki allt helmingi ódýrara og það ekki helmingi auðveldara að klára leyfisveitingaferli fyrir atvinnurekstur. Það ekkert orðið helmingi betra. Og þetta eins og segi, það hægt að fara rauk fyrir því að umsviðin som bara kannski vaksa út af því að við erum að taka inn það meiri umsvið í hagkerfinu og þannig og mikill þróttur og annað. Þó svo að eins og segi, það einhver teikn á lofti það varðar. En
ef að ég, sko, ef við tökum þetta bara flatt, segjum sem svo að 30% af þessu sé eðlilegt, þá lífið ekki 70% betra. Þú getur alveg tekið þessa tölur upp. Meina, það erfiðara að eignast húsnæði, það erfiðara að kaupa matinn, það margt til erfiðara og það hefur með þetta að gera. Við erum komið algjörlega brenglað verðskinn. Og eins og ég sagt áður, ég meina þetta okkur að kenna. Hvað var það? 10% launahækkun, 10% minna vinnuframlag til þess að takast á við 10% verðbólgu. Það var ákvörðun sem var tekin 2023 og við lifum náttúrulega henni. Svo bara skiljum við ekki okkur húsnæðisverð hækkar og við skiljum ekki okkur Ásgeir getur ekki lækkað vexti. Menna það þetta. Það það að við erum komið alveg brenglaðar forsendur það hvað verðskinn okkar eigi að vera. Og ég ætla ekki að segja, nákvæma útfærslu eða koma með nákvæma útfærslu á það hvað skuli gera og hvernig megi bæta þetta. En eitt víst sem að við verðum að gera okkur grein fyrir að við erum að skapa þau vandamál sem að Lee Buchheit varaði við í sínum fyrirlestri núna þriðjudaginn síðasta. Ég get ekki séð öðruvísi. En eitt að lokum, þá langar mig að vekja athygli á fundi sem hefur meðal annars með þetta að gera. Eða ég ger allavega ráð fyrir því að með þetta gera allavega með að line-up. Það svakalega flott line-up sem fyrirlestur frelsi og skyldur í samhengi við Evrópusambandið sem að rannsóknarmiðstöð samfélags- og efnahagsmála stendur fyrir. Það núna laugardaginn 4. október. Ég mæli með að mæta þangað. Það hægt að panta sæti á Facebook í hlekk sem ég set hérna í lýsingu og þessum þætti. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk aðeinslega fyrir að hlusta. Partus.is/1 pæling ef að þið viljið styðja þetta framlag. En einnig það drífa.is, fiskhúsið.is, heitirpottar.is, Bæjarins bestu pilsur, Alvörubón, Pólsen, Pálsson, fasteignasala, nýraðali sem að koma inn með mér og að sjálfsögðu Happy Hydrate. Og ég vil að þið verslið við þessa aðila, endilega líka bara láta vita að ef þið eru að versla við þessi fyrirtæki þá skemmir ekkert fyrir mér að láta það vita að þið séu þar fyrir tilstilli mín. Þessir aðilar að sjálfsögðu ekkert sammála mér allt en þeir aðstoða mig, við aðstoða þig, við aðstoða aðra, við aðstoða tjáningafrelsi. En fleira það ekki í dag. Partus.is/1 pæling, þá fáið þetta án á auglýsingar og fyrir en aðrir. Fariði vel með hvort annað, nærumhverfið. Best að vera að einbeita sig á hlutunum sem þið hafið hvað mest áhrif á. En takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.